Svo allir aðri mánuðir. Maður svolítið bara að gíra sig niður í janúar sko. Maður bara sko, fyrir hýði sko. Maður leggst svolítið undir feld. Já, þetta var ekkert bara klám og brennivín. Klám og brennivín? Nei, þetta var bara alls ekki klám og brennivín. Nei, bara það er það aldrei. Rólegur og góður mánuður. Já, hvað er þetta að segja mér að, hvað meinur þú? Nei, bara ekki. Hvað er þetta að tala heldur að mæ og júni sé bara klám og brennivín eða? Nei, ég var bara fýblast í það. Vitlis er þetta? Nei, þetta var bara þægilegu mánuður, fínt að sé búinn, þú veist, þá fara dagarnir að lengjast og allir vera feskari, sko. Já, ég er samt alltaf, maður er alltaf að heyra samt, sko, maður eigi að lifa bara hvern dag, veist, eins og sé svo síðasti. Þannig maður eigi ekkert að vera spáðið bara hvernig maður er búinn. Já, þú hugsaðar hann eða þú ert einhver rockstjarna, eða, þú veist, við einhverju 3 náungar með táfílinn í stúdíu og við eigum ekkert að vera að ég tek bara þennan dag, 1 dag í einu. Nei, ég er að tala maður á ekki alltaf að vera að bíða eftir mánuður eins í búin, eða vikan sem búin, þú ert að njóta vikunar. Já, ég bara, þú veist, jú, það er margt í þessu réttjaður. En beint... Ég hef stóra rákir af þessu öllu saman og bara strax var hann að hugsa september. Sittur líka Egill Einarsson, hann grjótaður, hvernig ert þú Egill? Ég hef líklega aldrei verið betri. Mjög vel gott að heyra það maður. Og sáttu við að janúar sé búinn? Strákar, erum við ekki búin að vera með sömu svörin í svona 3 ár? Við gætum þurft að fara og uppgreita þetta eins. Já, við erum alltaf bara, þú spyrðu okkur alltaf, í hverju mennsta þætti, hvernig við erum. Og við erum alltaf eins. Þannig ég þarf ekkert að spyrja kannski meira. Er það að setja sökin á mig? Já, ég veit ekki, mér datt allt inn í huga. Við erum bara búin að vera helviti feskir í 3 ár. Það er vel létt yfir okkur félagum. Já, það er nú líka það. Líka það hjálpar að þátturinn er föstudegi, sko. Já, þetta er ekki mánudagsþáttur. Ef það var á sunnudegi, til dæmis. Já. Og þú mennur kannski búin að vökva sér daginn áður. Já. Þá væri líka ekkert alltaf hjá góðir, sko. Nei, þá var hvernig var janúar fyrir þig, Egill? Það var bara svolítið mikið að gera í þjálfurinni því að já, alla fyllifitunar og alla feitabólunar, það er fara á stað í janúar. Já, það rífa sig í gangi í janúar, sko. Þannig þú ert búin að vera að þjálfa mikið? Já, búið að vera mikið að gera, búið að vera svolítið í sporthúsinu, en annars bara léttur mánuður. Já, þægilegur. Já, lífið leikur með. Hvað er feitasti gæinn sem þú ert með í þjálfun? Æ, þetta er bara... Hvað er að mörg kíló? Hvað er þetta? Ói. Má ég það? Akkur má ekki spyrja því? Ég er með alls konar kuna og hérna... Ég er þingst í gæðin sem maður hefur fengið. Ég hef alveg fengið 200 kíló á menn. Nú, eða? En ertu ekki líka, en hvernig er það, þú ert einkaþjálfari, er það svona eins og sálfræðingur annað, það er bara trúnaðarmál eins og... Já, ég ræði sko, því að maður er sko, þú ert einkaþjálfari, þá ertu líka sem í sálfræðingur. En þú ert ekki... Á sálfræðingur? Já, eiginlega, þú ert að leysa, þetta er oft andlegt líka hjá fólki sko. Ert að fá símtöl kannski, seint á kvöldin, þú ert bara með konuna að horfa á vídeo okkar, færðu símtöl frá einhverju feitubólu sem er bara, herðu, ég er með allt niður með, ég er komin inn í rusli að sækja ykkur að köku síðan í gær og byrjar að geta, þú voru að tala við gegnum þetta og er þetta þannig? Men sko, ég fæ mikið af tölvupóstum. Þú ert að svara tölvupóstum öll kvöldið, ekki? Já, fólk er ekki að hringja þess að tími þegar það er í þessu, en ég meina ég fæ svipuð mail. Já, bara ég er að brotna. Þú sagði mér ekkert að þú bara þreyttast að símtal sem hún færð frá hvort sem eru viniðin eða kunnar er í lagi að borða pop. Það er eitthvað spurning sem þú ert búin að fá hvað. Það er mjög algengt. Það ætti að vera í góðu lagi. Má ég borða pop? Nei, það er mistök hjá þér. Ef þú vilt fita þig, þá er það mjög fínt. Er það? Nei, pop. Það er ekkert að ég bara pop. Nei, þú náttúrulega veist það betur eftir maður sem er að vinna við þetta. Hvað er svona fitandi við pop? Maður verður smá kámuður að puttunum, en það er ekkert eitthvað að þú ert ekki að fara að vera ykkur sundbolt eða þú getur mikið að pop. Lítið á belgina þér. Ég reyndar að fæði mér, ég hendur oft í öppan poppi. En það er sko, já, þú tótt leitt Doritos eða ekki og eðlu. Já. Það er fleiri kalori því en í poppi. Það tala við eðlu mannin, hann er eðlan. Ég er bara ein eðla. Akkur ekki að markasetja eðluna, akkur ekki má raka inn á því. Það reyndi, það var stólið. Þú skeist. Nei, alls ekki. Það er eitthvað annað gæði núna á Snekkju að hlæja. Nei, ég sko málega, ég er búin að spyrja á Twitter og Facebook og ég er búin að spyrja vilja að ég hendi eðlunni í búðir og ég er búin að fá hrikalega góð viðbröð þannig að ég er að skoða það mál leið og bara, ég skal bara fara þetta er bara góð áminning og smá sparki rassin ég skal bara fara í málið og henda eðlunni það vantar bara nýja ídífu það er bara svoleiðis og hún þarf að vera þetta þarf bara að vera eðlan ég er búin að mastera hana, það er engin maður á jörðinni sem getur gert jafn góða snakkítífu og ég og hlustendur mig að taka á kottan í kvöld. Ég byrjaði að setja svona að skera smá jalapenni á hérna en nóg af eðlu, janúar var fínt fyrir mig hjá mér líka, þau voru að velta þig fyrir eitthvað drengir. Já, varst þú ekki bara ég verð samt að viðurkenna, en ég líka aldrei að hlustendum, janúar blöð svindlaði 1 kvöld. Þannig, já, af 5 helgum. Minnir það að verið 2 kvöld? Nei, á bara 1 kvöld.
Ég er ekkert að ljúga því. Nei. En við erum með frábæran þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Þið kannist við dagskrárliðina, þið þekkið þessa vitlausu og við lofum ykkur miklu fjöri. Það bara þannig. We'll be passing by and they'll be wasting time just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. Elsku vinir, þeirra hlust á FM 95 blöð, hér á FM 957, það Steindi Jón, Egil Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum ágætta föstudegi og það komið að erlendu slúðri. Það hárrétt þegar það slúður hér í FM 95 blöð og ég nú bara með ágættis pakkandi ykkur. Þó ég segi sjálfur frá. Það tilbyrging, segi ég. Vá, takk fyrir það. Þetta rífaði í gang. Já, sko, persónulega finnst mér undanfarið að þá hefur Patrik Svosneikar verið að redda þessu svolítið. Ég er ekki saman á því, en ég ætla að byrja að slúðupakkan á leikara sem heitir Ian Searing. Vitið ykkur það er? Nei, Jú, er hann ekki verið Beverly Hills? Já, þetta er görðsíleik Steve í Beverly Hills 90210. Já, mikill meistari. Já, ég var mikill Steve maður. Ég var alltaf mikill Steve maður, Já, ég var mikill Steve maður. Það reynst gott að séu góða fréttir af þeim kong. Hann er ekki með allt neyru síðan. Nei, hann er búinn að gefast upp á leiklistina. Hann hefur verið að fá hlutverk upp á síkastegri, kallinn, en er núna búinn að opna sína eigin ferðaskrifstofu, það er svona travel agent. Yes. Og eins og hann segir sjálfur frá, business is booming. Booming. Já, það er bara þannig. Þetta heitir celebrityhideaways.com. Í hverju fælst þetta? Hvað? Hann er sem sagt Celebrity Hideaways. Já. Wow. Já, hann vil sem sagt hjálpa the average Joe, eins og stendur hérna, að ferðast, borða og haga sér eins og súperstjarna án þess að kosti handlegg. Yes. Það er sem sagt konseptið hjá hann, að fólk fái svona sem er ekkert með einhverja milljónur á mánuði. Smjörþefin af þessu. Já, og þetta er nú bara ekkert svo vitlaus hugmynd hjá hann ef hann, ég veit ekki hvernig hann færi þetta á svona prís, en Já, ég skil ekki, tekur hann dæmið þarna? Hvað er maður að fara í? Ef við þrý félagarnir myndum fara í þetta? Já, það er bara, það stendur hérna að þú borðir og sem sagt sofir og alltaf bara eins og hérna stendur Jay-Z og Beyoncé og eitthvað, sko. Þannig að Og hvað eru að tala um? Ertu búin að skoða verðskrána hjá honum hann eitthvað? Nei, ég var nú bara að sjá þetta, sko. Ég kaupið þetta ekki. Hvernig getur Steve, sem var í Beverly Hills og er hættur að leika í dag, af því að það var ekkert að frétta, sagt það bara, Steindi, Öddu og Egil getur bara mætt eitthvað staðar, í eitthvað geðvegan kofa, og þar kemur bara þyrla með kokk og eldar, alveg svo Jay-Z. Ég veit ekki, hann lítur bara að vera með eitthvað sambönd eitthvað. Voruð þið alltaf mest Steve menn? Já, mikill Steve maður, og sko... Ég var líka hrifinn af Brandon var fín, en sko Steve var svona minn maður í Beverly Hills, en svo aftur á móti var alltaf nú saga þegar við komin í Melrose Place. Ná, hver var það? Var Jake þeir maður það? Jake? Jake á topp. Jake var alltaf nettur, jú, en það var ekki Dylan. Hvað hétt hann þarna sem var fótboltagörun? Þarna með síðu grullunar, Aaron eða eitthvað? Já, alveg. Nei, Dylan var í Beverly Hills. Nei, var það ekki læknirinn? Var það ekki hann Michael? Já, Michael, hann var algjör slísbæk. Já, hann var dúsbæk maður, hann alltaf hafi ekki verið Jake. Svo er náttúrulega það sem er að tröllur í það, slúður heimunum, og það er eiginlega ekki hægt að skoða neina slúður síðan á hans að sjá Wiz Khalifa hérna og Kanye West. Nýjasta er í vikunni, þetta er ekki farið fram hérna inn, og það voru Kim Kardashian og Amber Rose út að borða og það setti vist internet á hliðina, veist það, þetta fess svo í taugarnar. Settu það á Instagram? Það voru settu á Twitter, saman á mynd. Já, og Instagram líka. Er það bara að bury the hatchet? Já, hverjum er ekki sama? Hver veit til dæmis hver Amber Rose er, fyrir utan það, þetta er fyrirhandi konunars kannu. Þetta er svo astanlegt að sko vera fjallum. En eru þeir Ég ætla að hætta það. Það er alltaf meikar engasens að við sem að tala um þetta. Og þetta er á Instagraminu hennar Amber Rose, mynd af þeim tveim. Og Kim Kardashian. Bæði vei geggjuð mynd af þetta. Þetta er bara svo okkur vaksmynd. Það sjá þetta? Já, en er ekki sko... En eru þær orðnar vinkonur og þeir orðnar óvinnir? Nei, þeir eru líka búin að patch things up og er orðnir vinnir, Wiz Khalifa, og hann, Kanye West viðurkenndi hann að hlaupið á sig. Já, really? Það er eitthvað aður sem guður, sko. Já. Bara snarr. Hann verður svona reiður svo frá Twitter og þú lesið mönnum.
Já, og svo það hérna Zayn Malik, ég ætla að enda slúðupakkan á honum, en þetta einn af fórspörkum One Direction, þetta sem sagt drengurinn sem hætti í One Direction og skildi það eftir 4 og hann var að gefa út nýtt lag sem fór yfir 50 million views á YouTube bara á fyrstu 3 dögunum og fólk vil meina að þetta sé hrikalega flott og vel gert hjá honum og að hann hafi sem sagt slitið sig frá hljómsveitina hárréttum tíma, hann sé komin í alvöru stöff núna og hérna stendur líka í slúðurinn að þetta hljóti að hræða hina drengina í One Direction svolítið því að þetta og ég verði að vera pínu sammálusu þegar svona gaur eins og hann hættir hljómsveitinni og var orðin þreyttur á þessu að vera alltaf bara með einhverja smástelpur í salnum að öskra á sér lungun og eitthvað svona hann byrjað að gera töff tónlist, það virkar fólk fílar hana, það setur svona á hitt bara eru þeir enda hangað í þessu, ekki sammála mér? Jú, þetta vondur þetta Harry Styles og mér gæti ekki að vera meira sammynda sko ég held að vera reynskil hvað þessi guður gamlir? Eru þeir orðnið 30? Já, 23 ára eða eitthvað 23 ára en síðan fylla sko Wembley 2 dagi röð og rukka en þeir eru komið svo mikinn pening þetta ekkert spurning pening Hengæin svolítið að líta á þetta sem marathon og One Direction svolítið svona á sprettinum að klára sig svolítið núna eða ekki Já, ég held að bara það sem þessi Malik hvað sem hann heiti gerði að hann kúplaði svo út fyrst og það mjög sterkt múf, það sama Justin Timberlake gerði hefur orðið varfið hina strákan í NSYNC eitthvað mikið upp á síkastið annan en þessi að kynna einhverja jelly shots keppnir á Spring Break eða eitthvað Já, þeir bara komin í það ég var mjög hrifin að NSYNC Já, bye Er það ekki að gefa út neitt í dag? Ég vona ekki Þeir þurftu náttúrulega að hætta að vera Justin Timberlake Ég vona innilega ekki Hvað er hérna Ég var alltaf mjög hrifin að gæja hann að feita með skeggið og aflita það Þú ert þar hrifin á hann og þú manst ekki hvað hann heitir Þetta var slúður hér í FM Hann leit út eins og hérna Toadfish í nágrunn Ætla Tóri ekkert að fara að hætta í grunn Ég ætla hann henging innverða Ég ætla að vera dauður þegar ég heyrði á hann með daginn Hann væri bara still breathing Hann rosalega feskur ennþá Kartan eða þú ert að hlusta út í Ástralíu farið að hætti í þessu þáttum, þetta er komið gott Throw your heart to me Let it fall and hit the ground Let it go Your timing was so wrong I just want to be found No And I've got the lines Kópavogi í september Hvernig væri að sjá þessa stærstu stjörnu heims á undan öllum hinum Það opið hjá okkur til klukkan 11 í kvöld American Style Það styttist í stærsta íþróttaviðburð ársins í Bandaríkjunum Super Bowl þar sem engu til spart Sérfræðingar í setti Því verður svarað í kvöld Coldplay Beyoncé og Bruno Mars í hálfleik Láttu þessa veislu ekki framhjá þér fara Super Bowl Denver Broncos Carolina Panthers Sunnudag klukkan 23:00 Hljóður áskrift á 365.is Stöð 2 Sport Besta sæti Doritos American Style, Húsasmiðjan og Vogabær bjóða ykkur NFL Verbúð 11, Lobster & Stuff Við elskum humar og alls konar annað sælkera stöf Borðapantanir í síma 552-0011 eða á verbúð11.is Kemur þú með Evrópumeistaratitil til Íslands á föstudaginn? Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni alla föstudaga Síðustu dagar risa útsölu Ellingsen Enn meiri verðlækkun Ellingsen, Reykjavík og Akureyri Pizza Hut Hlaðborð í hádeginu og á kvöldinu Pizza Hut Pizza Hut Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö
Það held ég kæru hlustendur þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við drengirnir þakkum ykkur kærlega fyrir það að nenna að hlusta á þessa vitleysu og við ætlum að reyna að launa ykkur með góðum þætti og talandi góðan þátt að þá komið að dagskrárlið sem er nú búin að lifa svolítið og heitir Kortmundur frekar. Ég viðurkenni hins vegar að það alltaf að verða erfiðar fyrir mig að finna eitthvað nýtt í þetta. Já. En ég held ég sé mig gott í dag. Mér alltaf fundist þetta þuldi svona óþægilegur liður, dagskrárliður sko. En það sem gott líka við okkur í þessum liðum sem við erum með, við erum hreinskilnir. Já, við verðum að vera það. Já. Eru þið tilbúinir, drengir? Já, við erum klárir og þetta er eins og alltaf byrjaði bara, ég er búin að hreinsa þetta er eins og alltaf bara 3 spurningar. Já, og við þú, akkurat. Hér kemur fyrsta, ef þið mættu velja, hvort myndið vera hundur eða köttur í einn dag? Já, þú mennar. Já, menn eru djúpt hugsið hérna yfir þessu. Sko, það er náttúrulega, þetta eru kostur og gallar hann sko. Bara í einn dag. Bara í einn dag, þú veist, kötturinn hann er bara úti. Já. Hann fer út og þú veist, ef þetta er úti köttur sko. Hundurinn fær líka alveg að fara út og svona. Já, hann fær bara að fara út í garð. Já, ok. Hann er bara fastur heima. Já. En það er degra við hann. Ég meina suma hundar ómikið degraði eins og Pullu. Já. Pulla er bara hann aumingja því að þið ofdegraði. Þú getur ímyndað það, þú veist, að þú ert bara heima hjá einhverjum og það er verið að hendi hinn og þessu og svo ert upp í sófa að vera klóraðar á maganum. Er Pulla einu hundur á landinu sem kann að gera eðluða? Sko, Pulla fæ nú, ég er ekkert að rétta henni mikið, sko. Þú ofdegraði hann. Já, ég tek stundum ég Svona hægt að geta lappa á þessu. Já, bara spikfeit og... Nei, spikfeit, hún er alltaf með fæðingagalla. Þeir eru ljótir, sko, þetta er ljótt. Þetta segja hún ekki orðin pínu feitabála? Nei, alls ekki. Hún er mjög flott. Hún er vaksin eins og velunahundur. Nei, algjörlega. Hún er vaksin svona eins og bauja sem er búið að bræða. Alls ekki. Allir hundarnir í hverfinu, þeir eru æstir í hana. Hún er aðalskvísan í hverfinu. Þá er hún bara létt. Já, hún er laust. Hún hefur verið það alltaf. En hvort veljið þið? Sko, það er degra við mann að maður hundur. Maður liggur upp í sófa og það er verið að klappa manni yfir heila bíómynd. Já, yfir heila bíómynd? Já, svona af og til. Kötturinn, hann fer á stjá. Heil, hvað er þetta? Sem maður getur þetta gert alveg sjálfur líka. Hvað heita litlu hundarnir hana? Chihuahua. Já, ég ætlaði að vera þannig. Myndur þú að vera þannig hundur? Já, bara lítill og nettur eitthvað og öskra mikið og er parnvætt, alltaf er dingla og trompasti. Já. Menna, hann þú velur hund? Já, eitthvað hund. Í dag. Er maður með, heldur maður heilanum á sér inn í hundin eða? Já. Myndur þú samt að gelta svona það? Já, ég myndi brjálast alltaf. Ég var að passa svona hundinni sinni og það var dinglað og hann trompaðist. Já. Alltaf, það var ekkert að venja naði, ekki fræðið. Ég veit að það eru margir að hlusta sem eiga Chihuahua en ég myndi aldrei köpa Chihuahua. Ef maður væri með sinn, maður myndi ekki vera köttur og fara allt ykkur að fugla. Þú veist, maður myndi ekkert vilja fara að býta í fugla og gera eitthvað, þú veist, maður myndi ekkert nenna því. Þú myndi farið það. Ég alls ekki, maður gæti ekkert gert sér köttur, maður væri bara úti að hanga og svo. Það væri mjög líklega að vera keyrt á mann ykkur. Ég held að það sem að þú ert að hugsa hjá þér er hvor er líklega til að geta haldið á sígarettu, hundur eða köttur? Nei, það er alls ekki sem ég hugsa. Heldur þú náir heilum degi á hans að henda í bláa salin? Já, ég meina, hvað heldur ég væri köttur að hanga og reykja ykkur að stuppa fyrir fram með snælandvídeó sem ykkur hendi niður það? Það er svona köttur allra ég er því. Það kemur ekki óvart að þú voru eldast til stubba. Nei, nikotin tyggja undir tunguna. En hvort velur þú? Ég myndi vilja vera hundur. Hundur í dag? Já, degraður hundur. Nú kemur erfið spurning, drengir, og ég er mjög fegin að ég þurf ekki að svara þessari, viðurkenna. Og já, þetta er spurning sem að ég vil að hlustendur hugsi vel þeir sem að eru í föstu sambandi. Já. Hvort myndu þið, drengir, frekar halda fram hjá konu ykkar eða hún myndi halda fram hjá ykkur? Þetta er skemmtilegt. Frábær spurning. Frábæri valmöðulegar og hvað er þetta að svara þessu? Hræðileg spurning, maður. Akkurat. Hvað er þetta að hallast á hann stendi? Ég sé að þú ert djúpt hugsin og lokuð augun. Nei, ég veit ekki. Þetta er alltaf bara svo steikt spurning. Þú þyrftir að velja. Annarkort myndið þú halda fram hjá henni eða hún myndi halda fram hjá þér? Mættur þú velja með hverjum? Nei. Ég myndi segja, þú veist, ef ég eitthvað valið Matthew McConaughey þá væri það great honor Já, þú mátt ekki velja með hverjum. Já, og ef það væri líka Íslandingur. Já, Íslandingur. Já, ég meina svo kannski bara herru Björnlinn er allar að mæta henni kvöld og ég ætla að skreppa út í bíltúr. Nei, þið með ekki velja okkur. Ég skeita á mig í gær. Ég fór í slella við Sigurð Löðversson, dagskrárgerð. Þetta er dottinn.
Hvað Siggi hlöður og leiðninga. Við erum að renna út á tíma, drengir. Já, það væri reyndar heiður. Já, ég held að það væri betra bara að vera fórnarlambi, sko. Já, hún myndi aldrei fram með þér. Já, það ekki. Já, betur upp á samvinskunni, ekki? En erfitt. Skrítið og erfið spurning. Já, þetta er allt ríkalegt. Ég var til að velja hvern og ég myndi velja Björlin. Nú, já, ok. Ég myndi freka velja eitthvað ófriðan, sko. Hæ? Er það ekki? Hvern? Ég myndi bara velja Já, hvern myndir það velja? Já, ég er að hugsa það er enginn, þú veist, sem er dettur í hug. Jú, þetta er einhver í hug. Eitthvað svona petit, lágvaxinn, þú veist, ekki hérna. Herðu, við skulum bara fara í næstu spurningu og hún hljóða svo, drengir. Aldrei aftur fara inn á Instagram eða aldrei aftur inn á Snapchat. Guð minn góður. Þetta er erfitt fyrir Egil sem að lifir inn á báðum miðlum. Þetta finnst mér alveg rosalega létt spurning. Rosalega létt? Já. Ok. Ég er eiginlega ekkert inn á, ég á 2 vini á Snapchat, sko. Við erum með 34 stafn í fyrir blöðsnappinu. Já, þú veist, ég er ekkert, ég myndi segja ég færi inn á Snapchat. Jú, til þess að kannski senda Snapchat inn á F9 blöðsnappið og svona. Ég er endar að fara að virka mig meira á Snapchat. Ég ætla að vera aktífur á Snapchat mínu og F9 blöð og öllu þessum snöppum sem er í gangi hérna. En eins og staðin í dag þá eiginlega getur mér bara ekki verið meira sama, sko. Þannig að þú myndir halda Instagram. Já. Já, sko, alveg eins. Ég mér svolítið kósundum að rúli í gegnum iStory hjá fólki sem ég þekki og snappinu viðurkenna og pluss líka King Raggi Njáls sem er besti Sinsino balansík sölumæður Íslendingar eigum. Líklega best í heimi. Sinsino balansík sölumæður? Já, er hann konungur í því? Já, ok. Hann er með Varstu ekki að segja að það var eitthvað svona pretta dæmi? Hann er með besta, nei, það er bara svona man-on-man marketing eins og hörðbala fyrir meira en vörurnar er mjög góð að balansíkur hvað var það aftur sem er eitthvað? Það er quality product, sko. Já, ok, ég er að rugla ykkur. En sko, þannig að það er þetta er ekki svo okkur plástrar eða eitthvað kaftaði, sko. Er það með eitthvað balansík plástur? Hvað tekur þau Þú veist, og það er málið, þá þarf ég að fórna því að sjá King Raggi Njáls gefa mig motivational tip. Já, þannig að þú ætlar að henda Insta. En ég líka með motivational. Já, hvort velur þú, Egil? Ég ætla að halda farið ykkur tíma er þið vanir að fara á Instagram og skoða allar myndir hjá öllum ég ætla að halda erum ég bara að fara að vera á sama Snapchat heldur Snapchat hvað myndir þú gera kæri hlusta á FM 95 blöð það er 5. februar menn eru léttir það er léttuði mönnum það er helgi 2016 var besta ár söguns. Ætlar að hafa 2016 besta ára æfiðinur? Það er bara hannig. Það er markmiðið þitt fyrir árið. Það er bara klárt. Hvað er markmiðið þitt snildi? Hvað, í árið það? Já, 2016, verður það þitt ár? Já, það verður mitt ár, en hvað, bara, ég veit ekki, markmið, það er bara, er það ekki bara að vera nettur og bara frábært svar, vera nettur það er komið að sturglegum staðröndum hér í FM 95 þetta er virtasti dagskrárliðurinn okkar þetta var geðvægt árum út heiti Steindi að það var nettur 2016 það er samt svo leiðilegt, hvað á ég að segja skilur nettur? Ég ætla á game, ég ætla að fara á mass ég ætla að kaupa mér þetta þú myndir aldrei fæti komast á mass nei, maður bara að vera feskur þú ert allt og þungur til að vera geimfari sko allt og þungur til að vera geimfari getur ekki verið geimfari, getur ekki verið Formule 1 veitu hvað? Þú getur aldrei verið Formule 1 gammal ég er svona mjög ósammála það er hellingur sem Steindi getur ekki verið hann getur ekki verið geimfari hann getur ekki verið Formule 1 gammal getur ekki verið körfuboltamaður þeir eru svo way off ok, körfuboltamaðurinn ég samþykki það ég sammála því með körfuboltamaðurinn ég lélur í körfu hefur þú séð hvernig Formule 1 bíll lítur út Steindi ég finn í 3-3 kæmist aldrei inn í Formule ég finn í það þurft að klippa bílinn af þér eftir hverja keppni já, nákvæmlega, því að ég er 82 kíló já, veistu hvað, þeir eru svona 50 kíló hefur þú séð Lewis Hamilton það er náð því sko já, hvað minnur, auðvitað get ég tróð minni eitt svona fucking formúl og kyrst hérna nokkra ringi með lóku öfun ég er að segja það, ég gæti það bara ég átti Ford Escort 85 sem ég gæti komið upp í 160 sko við höfum ekki áhyggjur að hvort þú getur kyrt hratt eða ekki ég get kyrt mjög hratt í fyrsta lagi held ég að þú er aldrei góður að skera beigur í fyrsta lagi, þú ert bara ekki típan já, ég skera beigur öðrum lagi, þá kemst ekki í formúlubíl ok, ég ætla að segja reitt ég gæti verið mjög góður í formúlu það er alveg ótrúlega með körfuna, ég tek á mig með körfuna ég var í liðlurinni, ég er liðlur í körfu þú sagði þú verið samt góðu 3-3 ég læt ekki mata með til körfunni í körfu ég er ágættur í þristum og svo í 3-3 ágættur í þrist já, ég er fínn í þristum að fara í gamla góða potlokkið eða í 21
Já, ok, en við vorum ekki að tala um körfu. Við vorum að tala um þú getur ekki orðið geimfari og þú getur ekki orðið Formule 1. Það mjög rátt, ég gæti orðið Formule 1. Ég veit ég gæti það. Með réttri þjálfur gæti það. Þeir eru alltaf að reyna að létta bílana stendi. Já. Hvaða keppnislið myndi vilja fá þig í bílinn sinn? Með góðum akstri. Þú ert að bæta góðum bara 40 kílóum á bílinn. Ok, þeir hafa kannski einhver auka 20 kíló. Það vill það enginn. Minn bíl kannski 20 kíló þingri, viðurkenni það. En aksturinn bætir það upp. Þú ert alveg 40-50 kíló þingri en venjulegi kappur. Góður akstur myndi alltaf bæta upp. Og vistu það, eitt annað með geimfaran, ég geti víst orðið geimfari. Ég gæti ekki orðið geimfari kannski, þú veist. Þú ert of þungur. Nei, ég gæti samt verið geimfari. Ef ég væri geimfari, þá væri ég mjög góður geimfari. Af hverju? Af því að ég myndi þóla einangrun mjög vel. Ég er ekki að djóka. Ég geti verið einn. Þú getur lokað mér í einhverju herbyggi. Það er alveg sama hvað maður talar um stendi. Og meira sér, ég ætla að segja hlustendur núna. Við erum ofta að ræða bara svona í bílnum. Við erum að keyra út á landa, skemmta saman og svona. Þetta er ekki bara eitthvað aktján minn í þættunum. Það er alveg sama hvað við tölum um. Hann getur allt og segist alltaf geta þetta og hitt. En þú heldur bara að geta orðið frábær geimfari og góður Formule 1 kappast. Já, ég held það alveg innilega. Og hann er líka þindalaus. Já, þú ert þindalaus og getur lamið eigið. Ég er ekki þindalaus, ég get... Og þú tekið 100 back. Nei, ég get tekið 80 back. Nei, þú gast það ekki. Nei, ég get að næstu ekki það. Og ég geti, ég let mig hitta alltaf lengi upp. Og ég get hlaupið 15 kilometra. Ég lofa ykkur, ég get hlaupið 15 kilometra hvena sem er. Sko, Nonni Tattoo, hann hló síðasta föstudag þegar ég sagði að þú væri þindalaus og getur hlaupið mikið. Sko, ok, Nonni Tattoo getur hlaupið svona 15 metra. Ég get hlaupið, sko, en málega með geimfaran, ég get verið mjög góð geimfari. Já, ok, en... Ég er flottur á Skype og ég er góður í einangrun. Þú flottur á Skype? Já, þeir eru alltaf að tala við Houston og allt þetta maður. Þeir eru alltaf að spjalla. Já, þú heldur að það gerir það góðum bara geimfrað, þú ert góður á Skype. Nei, að vera mikið einn og geta gert hluti í loftinu eins og... Ég var að fatta annars sem stendi geta ekki verið. Að jock á hesti, þeir eru ógstlega léttir. Að fara á hestbak. Hesturinn myndi alltaf tapa eða það var í veðruðum. Hesturinn myndi poppa svona niður og alla lappirna færi svona sikkur áttir. Er þið eitthvað geðvikið? Hvað, þú veist, þið látið alltaf eins og ég sé bara svona 600 tonn eða ég er með mjög litla bumbu. Að lappirna færi svona? Já, bara allar ég er enda með smá jólavikt á mér, ég viðurkenni það. Ég er hraustlegur, ég er ekki feitur. Ég er ekkert að segja það að þú getur ekki fara á hestbaksteindi. Þú ert nokkuð normal í útlið. Þú ert bara ekki að fatta hvað þessi menn eru létti. Bæði þeir sem er að keppa í veðrum, þeir sem er að keppa í formúlu og þeir sem er geimfara. Já, þá myndi ég bara hengja nokkrar gasblöður á mig sem hjálpar hestinum aðeins. 10 gasblöður hengdar aftan á bakið á mér og ég myndi þetta geta verið með. Akkurat. Það lítur að meiga, það er ekki smáalitur að mætti ekki vera með blöður á bakinu. Nei, það er mjög töff. Nei, já, það er ekki... Þú að hlaupa á þetta í Bretlandi með gasblöður á bakinu til að letta fyrir hestin. Myndi maður ekki bara freka þá annan mann á hestin? Ég er ekki að segja þessi töff, ég er bara að segja það. Ef ég myndi læra að vera á hestbaki og vera góður í því. Ef þú ættir hestin. Ok, heldur ég geti lett með 20-30 kíló með góðum gasblöður. Ef þú ættir hestin, sjálfur, og sæir einhvern veginn að keppa með gasblöður þegar maður er alltaf þungur fyrir hestin, myndir ekki freka bara fá þér annan knapa? Nei, ég myndi segja bara, wow, þessi knapi, hann er það góður en hann er það stjórnlaus á kvöldin heima hjá sér og er að læðast í bláan Mariland í tíma og ótíma en wow, hann getur yfir þessum hesti. Ok, ég ætla að byrja þetta hérna á sturlaða staðarinn. Það er enginn sem hefur jafnmikla trú á sjálfur svo Steindi Junior. Hér eftir smá fyrir við aðrar 10 sturlaða staðarrendir. Ég komst ekki eins og í þar út af bullunni í Steinda hérna. Barþjónaklúbbur Íslands kynnir Reykjavík Cocktail Weekend. Hinn árlega cocktailhátíð í samstarfi við yfir 40 veitinga og skemmtistæði stendur yfir frá 3. til 7. febrúar í Reykjavík. Á 15. kvöldið hefst Íslandsmót barþjóna í Gamla bíói ásamt kynningu á hinum ýmsu drykkjum. Á laugardaginn verður masterclass á Hotel Plaza þar sem hinnir ýmsu sérfræðingar verða með fyrirlestra og fróðleik. Á sunnudeginum verður svo Íslandsmeistari barþjónakrýndur og cocktail ársins valinn. Kíktu við og njótið með okkur góðra veiga í blandið einstakan fróðleik. Tryggðu þér miða strax á tix.is. Nú er frost á fróni, frís í æðum bjór, kveður kuldaljóð, Thule í jötunmóð. Gleðilegan þorra, Thule, léttbjór. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Bless, kviðfita, hæ, strimla lagaða miðsvæði. Fitnessport, fyrir fólk eins og þig. Ef þú ert virkur í kommentakerfi DFF, ekki koma á yahoo.is.
Hvort sem þú vilt Gordita Supreme eða Gordita Supreme máltíð, þá Taco Bell málið. Taco Bell. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Góðir vinir, þið eru að hlusta á FM 95 Blö, ég á FM 957. Ég heiti Steindi, við hliðina mig sittur Egill, á móti mig sittur Auðun Blöndal. Og það komið að sturluðum staðreindum. Það rétt, við komumst ekki þér áðan. Á ég að tala svona formlegur? Nei, þú ert á FM. Já, en ég veit að þá þarf maður alltaf að opna hresko. Valli Sport sagði með á sínum tíma, alltaf að tala í mikrofónum brosandi. Valli Sport? Já, þegar hann var að skóla mig til á Kiss FM einu sinni. Hann var umbóðsmaðurinn þinn eða ekki? Jó, það er best umbóðsmaður sér hatt. En það er málið. Ég held að sé samt alveg. Hugsaði vel um það? Já, þetta grínast, það hringdi mig okkur með einn stegi. En okkur er hann ekki lengur umbóðsmaðurinn? Því að Mercedes-ævintýrið bara einhvern veginn dó út og... Okkur dó Mercedes-ævintýrið? Seres 4, snerist einhver öðru? Var það eitthvað þannig svona eins og... Nei, Seres var meira en klári að halda þessu áfram. Seresinn? Hver var hérna hvað heita Meinsa líka? Hann drekkur ekki, hann var edru okkur einasta muscle boy balli sko. En segja þetta Meinsa líka, hvað sem hann heitir hann í One Direction, hann hendi sér úr grúpunni og fór á solo. Hver var Salika Justin Timberlake ykkar í Mercedes Club? Hver ákvaða kúplas út? Það var ekki Egill, hann var DJ Muscle Boy. Ég meina, Seresinn er ekki núna, Seresinn er ekki, hérna, ég veit ekki. Gasmaðurinn tók okkur 2-3 lög sko. Hæ? Já. Er hann búinn að gefa 2-3 lög? Já, bara einn. Solo? Já. Ákvað það var eitthvað fram. Náði aldrei einhverju topp maður, Gasman. Náði einhver flugi? Hann er svolítið mikið all in í bodybuilding sko. Já. Sko, leður hans hefur alveg verið bara playing poker einhvern veginn eftir þetta. Ákvað, það þarf að gera svona behind the music um Mercedes Club. Ég var til að gera það bara fyrir Ísland í dag eða eitthvað. Hvar eru þau nú? Hvað er Rebecca að gera núna? Það er góð spurning. Heimildamind, það er hægt að fara hérna og leður hans, maðurinn heitir leður hans. Það er bara, af hverju heitir hann það og hvað er hann að gera? Egil hann vil bara kalla hann. Já, hann kallaði leður hans. Það er bara gaman fyrir fólk að heyra það og sjá hann spila póker og... Hvað stóð þessi vitleysa lengi yfir? Þetta var í marga mánuði. Og gasmaður? Þegar þarna sko var, þegar ég tók þátt, þá var eitthvað 150 eitthvað lög send inn. Nú er send bara eitthvað 20 sko. Já, hérna Eurovision, þetta byrjaði náttúrulega alltaf í Eurovision. Já, þetta var laugardaslögin byrjaði þetta sko. 150 lög, köttunir í, þú veist, þetta var alveg keppnið þannig. En var búið ákveða þegar Mercedes Club var stofnað til að taka þátt í Eurovision að þið ætluðu að halda svo áfram eða var það bara út af velgengni Eurovision sem þau hugsuðu bara herri, gerum plötu? Málið er að Valli Sportin ekki með blessaður, hörðu, ég er með maður koncert. Hvað talaði hann svona? Hann talaði nákvæmlega svona. Það var föstudagur, það var 50 föstudagur, hörðu. Var þið jager eða? Þetta er á morgun hérna, smá atriði, bara þið er að henda upp í lagi, hérna getur þú komið reyður ofan og spila á hljómborð. Ég bara, hvernig er þetta? Þetta er annað kvöld klukkan 7. Já, mætti. Þannig ég ætla að hefði basically ekki heyrt lagið. Hvar lærður það á hljómborð? Og var hann búinn að heyra í? Ég er bara búinn að spila hljómborð alla ævi. Var hann búinn að hvað minnur Nei, áttur ekki bara sem krakki svona hljómborð? Hann átti ekki sem hljómborð sem krakki. Og hann sagði, hvað er það ekki eitthvað fleiri massaða gæði sem getur kipt með? Ég ekki tjekka á leður hans, hann er örgulega game. En betur leður hans massaður? Já, það var ekki leður hans bara nokkuð kíló? Nei, leður hans hefur tekið gott jójó kannski keiris upp í 95-100 kíló og síðan niður í 50-60 en á milli sko. Já, ok. Það er ekki hæðulegt Já, það er sko, hann bara dettur hans út úr gimminu og gasmaðurinn alltaf. Er hann að keppi fitness og vaxtaræktið? Nei, leður hans er ekki keppað í... Við erum konur bara langt út ég kennst aldrei stjórnlega staðarind. Já, gasmaðurinn er svakar. En verður einhvern tíma comeback hjá Mercedes Club? Það væri náttúrulega... Er það stórkast þetta comeback of all time? Ég er að spá ég að setja bara hérna fyrir hlustendur, það eru nokkur krakkar að hlusta sem veit ekki eins og hvað Mercedes Club er. Það setja Bass Cup? Nei, ég er að spá hendi hei hei hó hó, er það ekki best að læra eitthvað? Það er meira felsi, það eru bara slæm. Ok, fáum hérna smá Mercedes Club, svo fyrir við í sturlaða staðreyndir. Hérna þið verið að segja mér, langar ykkur ekki í sturlaða staðreyndir? Þú ert búin að reyna að fara tvisar í þessar sturlaða staðreyndir, við getum alveg reynt það. Verbúð 11, Lobster & Stuff. Við elskum humar og alls konar annað sælkera stöf. Borðapantanir í síma 552-0011 eða á verbúð11.is. Austur og Maradona Social Club kynna Havana Club Stormparty á Austur ásamt Asukar sveitinni og Blast Rocka föstudaginn 5. febrúar. Allt flæðandi kúpustemningu og grimmum Havana Club blöndum. Það er ekkert að frétta annars staðar. Mættu, glössað í þig, blast out! Coca-Cola kynnir
Skonrock 18. mars í Östurbæ og 19. mars í Hofi Akureyri. Miðasala hafin á mi.is og mack.is. Skonrock. Coca-Cola stoltur styrktaraðili íslenskar tónlistar. Degraðu við ástina á Valentínusardaginn. Laugar Spa. Pizzabátur bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þið að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Þetta var í annað sinn held ég og síðasta sinn sem við spilum Messages Club í þessum þætti. Þessu ævindir lokið og ekki, þið fáðu ekki að tala núna því að það komið að sturlum staðrendum hér í FM 95 blöð. En ég meina að bílarnir eru ekki að gigga í dag blöð en það er þú að spila lögið þeirra sko. Já, herðu, við ætlum að fara bara hér í fyrstu sturluðu staðrend dagsins og hún hljóðar svona. Það er $60 miljardar verðmæti í svona fjársjóðum í sjónum í dag. Hvar þá, nákvæmlega? Já, það er góð spurning. Það er rosalega mikið af fólki sem er að kafa og leita, sko. Ég hef oft hugsað þetta, að fara í það, sko. Þú bara fara að vinna við þetta? Já, bara, þú veist, að kaupa einhver dall og þú fara að leita fjársjóðum hói nokkra vel valdna og svo fem maður að tekja túra sko, bara herru, 3 manna á túr sem ég bara fara í og leita kaupa alltaf græjur og svona, en $60 miljardar það er svo mikið að gulli segjar og öðru hérna í og gimsteinum og svona í ég meina, það er einhver sem er að fara að finna þetta. Já, það er alltaf að finnast fjársjóði sko. Já, okkur er það ekki við. Mjög góða búndur. Það var bara að henda okkur í þetta. Já, því að þetta er mjög góða búndur. Já, ég meina bara, þú veist, það er þetta ekki alltaf bara svona að flóið á einhverja eyju og svo 5 maður og tekur smá rúndat í kring og aðeins að fara onni og spriklar aðeins. En ég sé þess að ég held að þú stund meira bara að tala um að skúpa þetta sko. Já, ég er að því held. Þegar ég fer að byrja en dorm, þegar ég skellti mig þangað sem er alltaf veistla þá sé ég alltaf svona gamla gæja ráðum ströndina með svona græi bíp að leita fjársjóð. Þeir eru að leita sprengju með einhverju allt öðru sko málið að ef það væri fjársjóður á ensku strandur á Benidorm ég er ekki að djókið ykkur ég myndi aldrei koma nálægt þeim fjársjóði. Hvað meinar þau? Nú fjársjóður á ensku ströndin á Benidorm. Það er líka alveg ótrúlegt. Hvað væri það? Þú talar alltaf Benidormi sem þetta er alveg. Já, hvað væri það líka? Það er komið að þriði hjá stjórnlust. Það væri eitthvað ógíslegt. Ég er að ímynda mig bara hvað væri. Það væri bara cash. Bara notaðu smokkur. Var það fjársjóður? Nei, þú veist, ég veit ekki, eitthvað svona Benidorm, svona eitthvað. Þú hugsa Benidorm, hugsa það að notaður. Ég er bara svona, ég sé bara fyrir mér að tæki byrjar að pípa hjá manni, píp. Þú fyrir að grafa í sandin og sér tekur upp bara svona notaðan smokk sem er búið að binda nút á. Það er fjársjóður sem myndi finna á Benidorm. Það er næsta. Eða tennur. Bara sem búið að berja úr einhverjum breyta. Meðal manneskja, það er 3000 hugsanir á dag. Já. Hvorki meira enn minna, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. 3000 hugsanir. Á dag, þú veist. Já. Maður er alltaf að hugsa. Já. Ég á til eins og þið vitið að ofhugsa hluti og það er alveg svikalóð það er eitthvað sem maður aldrei að gera og ég er að reyna að venja mig af sko. Já, ég held sko, ég fara alveg vel yfir það sko. Þú ert verri en ég held. Já, maður er bara svona spá og spögglir hinn og þessu og ég er oft hann sko. Hann ofhugsa, mannstu þegar hann trompaðist því ég setti heimilisfangi á hans svar Já, en finnst þér að skrýta? Og hann læst öllum gluggum heima á sér og næstu því búin að gera það fyrir hurðina með einhverju spýtum Ég setti heimilisfangi á Twitter. Já, mér fannst bara óþægilegt að hafa heimilisfangi á Twitter. Ég veit ekki. Ég var alltaf lent í að reynsu í Geðvík. Já, það geta allir komist að því eða vilja en það er bara óþarf einhvern veginn að vera ég skil bara ekki tilgangin í því, mér finnst það bara skrítið. Sjöfum var það fyndið, varst ekki, hann var á tjattir á Facebook, núna, strax kom alltaf bara ný setning, alltaf strax, núna, ég sé sín. Hálfveitur öfðið maður. Hvað ertu að hugsa akkurat núna? Það er 3000 hugsaðan á dag, hvað ertu að hugsa núna? Ég var bara að hugsa hvað þið verður miklu fátur. Ég er ekki að tjóka, ég var að hugsa bara 10 fátur en jú, ég held sko, ég hef oft fengið það sko, hafi aldrei fengið hann á einhverju tímpútur, komin heim á kvöldin og er bara svona eitthvað og svona hafi aldrei fengið bara sitt, ég þarf að hvíla á mér hugan. Jú, oft. Hafið ekki fengið það, nú þarf ég bara að fara að horfa á okkur CSI þátt eða gamlan þátt sem ég bara horfa á. Þetta hugsa svo mikið að horfa á CSI, ég læt Bachelor í gang þegar ég þarf að sjá. Maður þarf bara að horfa á okkar, stundir langar mér bara ekki að horfa á neitt nýtt sem ég þarf að fylgjast með, ég þarf að horfa bara á okkar heila. Ég fer rosa mikið King of Queens þegar ég þarf að hvíla. Já, menn hafa eitthvað svona go to þátt sko, þetta er bara eitthvað svona drast þátt. Er ekki að horfa á Bachelor á Hulu núna, nýju seríuna?
Nei, ég er góður sko Nei, Ben Nei, allir ferskir hér Nei, ég er alveg það er gaman Ég að hef líka, vera að að því að ofhugsa Ég hef líka lendið því að ég á kannski von á símtal frá einhvern eitthvað sem segir bara já, við klárum þetta í vikunni eitthvað, ég ringi þig í vikunni Svo ef að símtali kemur ekki þá er ég kannski að föstudegi byrja að hugsa betur hvað, hvað ekki voru ringi, ætla að sé og ég er komin út í einhvern viðbjóð bara sko Já, ertu farin að búa til svona atburðarás bara fála, svo var það kannski bara það ómerkilegt að hann glemdi að ringja og hringir á mánudegi sko Já Næsta sturlaða staðurinn dagsins, þú fæðist góður í stærðfræði Þetta er stjórnlu staðurinn þannig að annarkvort ertu bara með þetta eða ekki að segja þér Ég er með þetta Ég síg í stærðfræði Finnst þér ekki að kemur það ekki óvart að Steindi segir það er ógeðslega góður í stærðfræði Spurðu mig núna, þú mátt fá 3 tilraunir Spurðu mig að Hvað er 681? Nei, spurðu mig að einhverju 681, hvað er það? Nefndu fyrstu 100 tölunar í pí Má ég klára? Jésús, það er erfitt Hvað helstu erum að fara í? 2 + 2 eða? Nei, farði í sinnutöfluna upp í 10 Það geta það allir Nú er það, geta það allir Ok 6-7 42 Það er óvinnur snöggur það En veistu hvað, við vorum í borðtennisum dag 8x5 40 Ég sagði 8x8 8x8, hvað 64 ekki eitthvað Sko, þú ert bara svona að reyna að leggja þetta á minni Hvernig það deila? Góður því líka Hætti í starffræði hérna maður Næsta Adele heitir fullu nafni Adele Laurie Blue Atkins Kannski svona skemmtilega stelpunum sem er að hlusta Atkins hérna kúrið Hún heitir Adele Laurie Blue Atkins Það er kúr Kólvöldakúr Fyrir fytabólur Atkins kúrinn maður Gengur undir nafninu Adele Veitu það, mér finnst enginn í heiminum eða jafn mikið skilið að vera súperstjarn og Adele Hún er alveg með þetta, mér finnst hún ógeðslega skemmtileg Hún er geggjuð að syngja og bara er eitthvað svo heilst mér finnst hún snillingur Ég held hún sé, ef ég mætti velja eina tónleika þá myndi ég fara á Adele Þú heldur með henni? Alveg, ég er tím Adele all the way Myndir að velja hana frekar í Miley eða í hönnu? Alla daga Ég veit af þessum þremur þá myndi ég velja í hönnu Nei Adele er svona sunnudagstónleikar Já, það er bara sunnudegi Mér finnst hún bara svo mikil töffari maður Mér finnst bara svo leiðilegt á tónleikum Finnst þið leiðilegt á tónleikum? Já, ég ángrís Hefur þú prófað að fara bara ellenda Ertu ekki að tala bara um að fara okkur sveitaböl hérna? Já, þú veist, ég nenni ekki að sitja í stól og hlusta á og vera svona neittur í að hlusta á hvað 2-3 tíma Á hverju ferðu það ekki eitthvað sem er gaman að hlusta á? Já, þú veist, ég vil bara geta að vera á Viltu slamma þetta á gólfi? Já, ég var frekar til að fara að mossa eða fara og vera á tónleikum og taka þátt í á einhvern hátt sko að svona sitjandi tónleikar á sunnudegi með Adele, ég myndi segja bara nei takk Þetta var ruggla Ég myndi að hendi nei takk Stendur rétt á skoðun? Já, þetta er bara vitlu skoðun En ég minna, Justin Bieber er allt annað Ég er mikill belieber, ég væri til að fara tónleika með honum Ég er að fara tónleika með honum Já, þar getur maður Já, ég er að fara að báða Ég fer 50 Mjög ánað með mjög ánað Plöntur, það er eitthvað svo ramdegil út fertur út að fara að báða Plöntur vaksa hraðar í tónlist Það er kannski einhverja núti sem er að rækta eitthvað skrýtna blöndur Þú getur að setja okkur Jamaica tónlist eða eitthvað Það er samt ekki weird shit Fyrsta lagi, eru plöntur með eyru? Já, það er nei Nei Af hverju anskotanum vaksaða hraðar? Hvað? Tengt bassanum eða? Ég veit það ekki Þetta er eina sem Þurfa bara góðan bassa Blómapátur er nötrar og það er bara einhvern veginn Nei, ég veit ekki hvað þetta er Taka vaxtakip En það er vaksa hraðar í tónlist Já, ég menn þetta bara Er ekki að setja eitthvað gott donk undir Setja plöntu ón á hátalara En þegar menn er hendi góða rækt eins og menn eru svolítið að gera hérna á klakkanum eru menn þá að keira bassan upp því að allt stress og vilt keira ræktin í gang svo náður að rífa allt út og lögga kemur Nei, þetta ekki Já, en þetta samt getur verið mjög góða punkti fyrir þá sem er að hendi ræktun keira góðan bassa inn í gróðurhúsum Frábært þér Góðan bassa Keanu Reeves er myrkvælin Sturlu staðrind Hann er bitch, sko Nei, hefur séð John Wick eða? Að vera fullorðinn maður og vera myrkvælin Hvað er það? Það er skrítið, sko Við getum ekki að tala í kringu það Steindi sagði Keanu Reeves er bitch Ef að senda það á hann á Twitter Er hann á Twitter? Já, ég var til í það Þú mátt alveg henda því á hann En sko, hvernig ætlar hann að svara fyrir því? Hann er myrkvælin Hvað? Finnst þið það svona mikið lömingaskap? En ert þú ekki hræddur við neitt? Jú, sko, þú veist Voðalettu svalur? Nei, ég er ekkert svalur Hvað er hræddur við? Hvað er með það nú? Nei, mér finnst þetta bara svo skrítið Ég er hræddur kóngulær Já, kannski borðar Það er líka skrítið Já, það er eitthvað drast með 8 lappir sem er eðlilegt að vera hræddur Það er hræddur við að því að birtan fer og hann bara heima á sig bara, er þetta eitthvað steikt maður mér lífur illa hérna maður Heldur hann öskri og hlaupum var rafmandi fara á heima? Ég veit ekki, mér langar að hrekja hann sko Næsta Við myndum vita hvað þetta heima myndi ég fara heim til hans með svona old school skrýmgrímu Næsta staðreynd 30% fólks sem drekkur áfengi upplifir aldrei þyngu
Það er ekkert annað. Það eru legarar, sko. Er það ekki bara fólk undir 20 eða 25 ára? Já, alltaf ekki. Það eru svona legarar. Ég var þunnur frá því ég byrjaði að drekka. Ekki ég. Já, sko, þegar ég var 20 og ég voru útskiptaður til Portugals. Þá var ég fullur 3 vikur í röð, aldrei þunnur. Það er hitinn og þú svitnar svo út eða ég veit ekki hvernig það virkar. Núna tekur 2 daga og þú næst ekki í því viku. Sko, nei, ég er bara orðin þannig að ég vil ekki svara í símastundum þegar þunnu. Ég slekk á símanum og bara þú er ekki að panta með pítsu. Ég sko, ef ég ger eitthvað á föstudegi þá er laugardagur, sunnudagur og mánudagur nónundur. Versta sem ég lendi máli er ég höndla alveg stór ákvörður fyrir mig. Ég höndla alveg einstags. Ef ég tek eins og að föstudag, vakna í einhverjum skrýtnum gír og tengi, þá er sunnudagurinn viðbjóður. Já, menni er náttúrulega ekki að vera að vakna og tengja. Hvað menni, vakna og bara tegjur þið í flöskunni? Þetta er löngu hættu því. Ég held að þetta verði verra með hverju ári. Ég er að tala um þjóðatíð og svona. Já, ég verð verið með hverju ári. Já, ég meina, þú veist, þetta er bara ekki hægt. Hvað eru að fara að tappa hann í flöskunni félagarnir? Já, styttist í það. Við erum ekki lengjast hérna, sko. Hvað segirðu? Setja tappan í flöskuna félagarnir, ég held að styttist í það. Tappin minn hann er komin í flöskuna. Þessi var helvíti góður. Já, ég poppa tappanum aðeins upp á og til þegar bara ef það er einhver svona stór, ef það er ammali. Verður hreinskilin, heldur þú fáið eitthvað helgina? Þú lígur ekki að hlustendum? Já, mér finnst það kannski líklegt en að því að meira en eitt dag kannski? Nei, að því að það er tilefni. Já, en ég og bara maður er að herru, ég ætlaði bara að segja þér að maður er bara búin að róast mikið og ég ætlaði að væri tekið undir það og þetta er ekki hægt. Síðasta sturlaða staðurinn dagsins, konur eru reiðar í umferðinni heldur en karlmenn. Þetta kom mér óvart, ég held að vera aukt. Já, ok. Því ég sé svona alveg roid rage mymbönd á YouTube og svona, það er yfirleitt einhverjir kallmenn. Hvað er spyrringur riðum? Er þetta satt? Ertu búin að googla þetta? Nei, bara þetta er samkvæmt sturlaða staðurinn. Ég hef ekki lent í road rage með konu en ég hef lent í með annan karlmann. Já, reyndar kona mín er byrjuð í umferðinni sko. Já, hann má ekki svína á okkur eða kemur rautt ljós og þá bara fer allt í háa loft sko. Hvað gerur hún? Hún bara lemur í stýrið og í alvöru? Nei, hún bara svona fast í stýrið? Nei. Það er kreftum nefa. Ég veit ekki. Það sjá að eftir að hafa sagt þetta. Það símist. En þú veist, hún er ekkert að lemja í bílinn. En hún, ég hef séð að pirrast. Það er kannski bara aðlilegt að pirrast allir ykkur. Já, sparki hinn bílinn. Þetta voru sturlaða staðrendir þennan föstudaginn. Loksins komist við þér. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. Kópavogi í september. Hvernig væri að sjá þessa stærstu stjörnu heims á undan öllum hinum? Verbúð 11, Lobster & Stuff. Við elskum humar og alls konar annað sælkera stöf. Borðapantanir í síma 552 0011 eða á verbúð11.is. Vinningur í Happdrætti Háskólans gæti svo sannarlega breytt sögunni. Fáðu þér miða og vertu með í ævintýrinu. Drögum 10. febrúar. Happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Prófaðu það nýjasta. Prófaðu XO. Holla skyndibittan sem allir er að tala um. XO. Jóðurklúsinu, Vesturbæ. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það held ég, elsku vinir, þér að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957, það er Steindi Jón, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi. Og strákar, ég veit ekki hvað erum fyrir í. Samkvæmt handriti mínu að þá er það spurningakeppni Gils með stórum stöðum. Það er bara hannig. Það er komið að því. Hún var síðast við 3 vikum sko. Byrju, varst ekki með henni síðast þetta? Nei, spurt og svara var síðast. Ok, við náttúrulega vorum ekki síðast þetta. Ég var að kynna hlustendavelunin. Hvernig var senst áttur? Hvernig var ekki? Já, það voru mjög ferskir sko. Það var málið út af því að fréttist að þeir 2 voru að koma. Hann er að drita sem spurningar til þeirra. Til þeirra, já. Strákur sem hétt Logi og kallaði Samlogi. Það gerir svo góða samlokur hérna. Setti spurningu á Nonna Tattoo. Já, ok. Var Samlogi með tattoo eða? Með Samlogi reyndar fór ekki inn að það var með tattoo. Þetta snýri svolítið það, hann gerir fá bara samlokur en lenti í jailinu út af því og
og var þetta losn út og var að sækja vinnu hjá Tatman og hann líklega kom með vinnu. Það mikið logi, segi ég. Talandi Tatman og þá smakkaði ég í vikunni Lobster and Stuff og hrikalega gott. Ég mæli með þeim stað sem er niður í bæ hérna við höfnina. Já, ég hlakka til að tjekka hann. Og Tatman ekki bara með samlokur, hann er með humar líka. Já, og humar hann er geggjaður. Man, Tatman. Hvað ætlar í? Já, King of Crazy er núna. King of Crazy? King of Crazy, hvernig virkar það? Bara, eitthvað svona, hver er rugglaðari? Vilt maður vinna þetta? Já, ég held að þetta sé, ég meina, hver fílar ekki að flippa að gæja? Er það ekki takmarkað? Er þetta konungu flipsins eða? Já, svona bara, hver er rugglaðari? Ok, rugglaðari. Og þú veist, þetta er mjög basic shit, ég kunni þetta og ég velti fyrir, ég veit ekki alveg hvað vinnur þetta. Ég var að lesa yfir þetta á hann. Þetta er rugglega... Þetta er loose cannon, sko. Þetta er rugglega, já. Þú veit með þetta rugglega. En kerðu bara trailerin í gang og ljúkum honum af. Ég set smá á hann. Hann er ekki nema 2,5 mínúta. Ég spila hann aldrei allan, fá hann smá hérna. I'm gonna ask you a question, and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Ok, það var flott. Já, við bara keyrum þetta í gang. Hefur þú dansað einn heima hjá þér? Já. Ævar Jackson. Punktur á blöð, punktur á stóni. Ákveð, þú dansað einn heima og svo trúður, stendi? Ég æfast Ævar Jackson. Ég er ekkert Ævar Jackson. Hvað var það? Ákveð að dansa einn heima hjá þér? Vistu það, jú, ég plýta að hafa gert það. Ákveð varst að dansa einn heima hjá þér? Það er eitthvað góð spurning. Já, bara eitthvað lag, það hef ekki bent, sko, ég var ekkert eitthvað, ég dansaði ekki heilt lag. Og hvernig dans? Hvernig dans? Það eru einn heima hjá þér. Já, bara já. Ég er bara svona smelt fingrum og hérna einhvern veginn svona og dansaði einn? Snúið mér í tóta hringi og opna ískapin. Ertu að reyna bara að fá stig eða? Nei, ég hef tekið nokkuð skref heima. Og opna ískapin, þetta var að vera kringum ískapin þessi dansi. Varstu svona gladur að því varstu að fara ískapin og dansa? Ég man með þess að hvenær, ég var að æfa dansinn sem ég ætlaði að taka í lokalæðinu fyrir skaupið. Ok, ekki það. Þannig að ég var að leika með svona... Fannst góða útgangulega? Já, ég var svona svolítið að horfa á Drake og svona og gera skrefin hans svolítið asnalegri. Það er eitt. Hefur þú talað við sjálfan þig í speglinum? Já. Allt oft. Hæ? Já. Ég segi stundum sjálfur mér bara að tíma að rífa sig í gang og eitthvað þegar ég horfa með speglinum. Það er þetta, Er þetta skammaði? Já, það er alveg dóttið. Er þetta að lesa yfir þessu? Nei, kannski ekki lesa en ég bara, þetta gengur ekki lengur, nú fyrir að gera eitthvað hérna í þessu. Ég er kannski bara tekið svona einu og eina svona setningu, þú veist, kannski ég er að busta tennur og svo líti upp eitthvað svona, nú er þetta mig. Þegar maður býr eitt lengi, þá byrjaði maður að tala meira sjálf sig, sko. Út að fá þitt páfagögg? Já, aldrei við það. Hefur þú farið í þveng? Er það þriðja spurningi það? Er það spurningum með 3 í dag hvort það hefði að fara í þeng? Ekki svara, hann setur bara punkta, það verður báðum með 3. Ekki, hættum bara. Ég er bara að fara að vera forrættir samt sko hvenær þú fórst býr að þengöti við hvað tilbúin að stúi í þengi ekki vera að hjálpa hann mér. Nei, ég er bara að spá það verður 70 mínútur? Nei, það verður 70 mínútur. Já, ok. Hvort ég þeng þá? Já, að gera þengt þá. Hefur þið fengið pilsu í hádegismat á virkum degi? En maður þá rugglaði, það var allir gert það, allir Íslendingar. Ég hef alveg margóft gert það. Simmið, þegar ég var í 70 mínútur með Simm og Sveppa, þá vildu þeir þurfa að taka upp nýri í bæ, þeir vildu alltaf fara á bæjarins bestu. En það er ekki eitthvað spes, var í, það? Persónulega finnst mér mjög óholt áður en ég kynntist. Persónulega finnst mér, sko, pilsur bara vera eitt af mínum uppáhalds, sko, réttum, sko, sem ég fæ mér. Samt þetta í toppstandi? Ég fæ mér pilsutilboð, þannig að maður fæ sér pilsu, maður fær drikkin, maður fær eitthvað súkkulaði, svo fæ ég mér eina auka sem er í frönsku, sko, franski stílinn. Maður fyrir að breyti til, sko. Báðum stig. Ég finnst ekki maður verið rugglaður að það myndi fá sér pilsi átteginu. Nei, maður fer yfir í chicken eða fytulítið kjött. Þú talaði ranga mann hérna með, sko. En já, mikið að reyna. En allavega, það er punktur og bóða, 4-4. Hefur reynd að færa hlut með hugarorkunni? Sko, ég hef reynda, sko. Já, ég líka. Þú hefur reynda? Eftir að horfður á Star Wars, eða? Nei. Ég hef reynd að færa penna eða eitthvað svona tíu. Ég er ekki að geða ykkur. Nei, ég ætla ekki að ljúga, ég er bátt að reynda.
Ég er svona, ég er satt ekkert svona, maður er ekki reynda alvöru. Nei, ég var ekkert alltaf að reyna. Þú voru að reyndast alveg eitthvað, rauðir í framan og hann að færa pennan. Já, þetta varst þú að því. Þú að færa glas, stendi, eða hvað? Hvað varst þú að reyna að færa? Ég varst að færa glas. Ég var að reyna að færa bara eitthvað á borðinu. Ég, sko, svona... Með hugarorkunni? Já, svona, bara, þú veist, ég var ekkert eitthvað svona, ég vissi alveg, ég myndi ekki geta, ég hafði ekki trú á mér. Ég var bara að horfa á þetta og svona... prófaði svona aðeins, kannski 2-3 sekundur, ég var ekkert rauður í framann og það er ákvæður eitthvað þegar maður talar um þetta, Jesus hvað þetta hljómar illa fyrir mann. Ég skammast mér fyrir þetta penna. En þetta er King of Crazy. Já, næsta, við erum búin að fá punkt í öllu. Þetta er mjög spes, við ekki það. Hefur þú reynda í þetta, eftir hinskilin? Ég hef reynda líka. Það er gott, það var kannski flestir reynda. En ég held ég verið 8 ára. Já, ég var ekkert að gera þetta í gær, sko. Nei. Það var á hreinu. Ég held að ég hef samt verið 16-17. Já, ég veit ekki með það, en 13 ára kannski. Hefur að vakna með það að vinuðin öskrar á þig þú er búin að labba allsberg yfir til hans hótelherbergi og stendur reiður yfir hættur. Herru, þarna er ég er mjög ánægð með þetta strákar. Ég er hrikalega ánægð að geta sagt að þarna fæ ég ekki stig. Ég vill ekki vinna King of Crazy, sko. Egil náttúrulega veit ég gerði þetta því að þetta var hann. Ég labbaði svefni í ameríska draumnum. En þetta getur, ef þú aldrei lent í þessu niður, út á hótelherbergi, þú vaknar, þú lítur upp, þetta er svona döðbræður, stendur ykkur yfir þér á getnaðarlimnum, reiður og horfa á þig. Aldrei, sem betur fyrr. Ég er ekki svo sami eftir það. Veistu af hverju það hefur aldrei gæst þig? Það getur ekki sofið við hliðin á Steinda Junior í hótelherbyggi. Þannig að þá getur ekki labbað í svefni. Það lítur svo ógæst. Það er reynda mjög góð. Já, en ég bara teka ofan fyrir og hafi sko bara haldið söns eftir. Næsta spurning. Sett eðlur í dag, þetta er bara hrikalega vel gert. Já, ég veit það, sækir á mig stundum. Já, bara líta við og sjá reiðan allsbera mann. Hann er búin að íkja þetta svo rosalega. Hversu reiður var hann? Ég var ekki reiður, ég bara labbaði þetta góðun. Næsta spurning. Reiður var hann? Næsta, ég var ekki reiður. Ok. Hefur ekkert að þekktu knattspyrnumaður sagt við þig your logo? Ertu að reyna að láta mig vinna þetta? Jú, þetta er þú ert að taka trikksins sem þú ert að taka á Steinda. Þú veist að það hefur verið sagt við mig. Ég veit ég að það var sagt við mig. Þú veist að, hann sagði nákvæmlega þetta. Jú. Það verður enginn sagt um mig að ég sé logo. Nei, það er sem ég finnst ágætt, sko. Þannig er Egil vissi að ég hef labbað til sín Allsberg. Þannig að hann er með spurningu sem hann vissi að ég myndi fá stiga. Og svo vissi hann þetta líka að þekktu fótboltamaður að sagt ég væri logo. Hver sagði við þú væri logo? Þú veist það alveg. Hvað varst að gera? Hvað var svona En af hverju varstu logo þegar hann kom að vera logo? En ekki segja út ruglaður út logo. Hver sagði við þú væri logo? Þú veist það alveg. En út af hverju sagði það? Ég var eitthvað... Ég minna, það var ekki Ronaldinho og sagði að það var logo. Ég var að dansa og kannski aðeins komin í glas í Barcelona. Hvað var það sem var Ronaldinho? Já, það var Ronaldinho, næsta spurning. Það er bara great honor að Ronaldinho segi við og sett logo. Er alla spurningar núna þannig ég fá að Varst að reyna að vera trúður fyrir Ronaldinho? Nei, Er þetta aukaspurning? Nei. Persónulega finnst mér mjög... Ég er svo ánægður að tapa þessu. Þú getur ennþá unnið. Er ekki 6-4? Nei, það er 7-5. 7-5, ok. Já, þannig að þú getur, sko, hefur þú sleppt í að sturta niður á félaginum, þú ert búin að hæja þér hjá hann? Nei. Aldrei flippi, 12 ára flippi, gamlega kíktur á klósett. Það skilja eftir partybaldur? Já. Ég hef aldrei... En byrju, hvernig veistu hvað þetta heitir ef þú er ekki gert þetta? Hvað með það vita allir? Þetta er svo ekta þú eitthvað svona svita skítalikt eitthvað skilin eftir. Herru, svita skítalikt? Já, þetta er ég saklaus, þetta var steindi.ekki. Hvernig veistu þetta heitir partybaldur til að byrja með? Flótkúkur? Það veit allir að flótkúkur. Ég hef aldrei heyrt þetta. Flótkúkur? Partybaldur, ég hef aldrei heyrt þetta kjafta. Ef þú opnar klósettið og þú ser flótkúk sem einhver hefur skilið eftir, þú veist svo mikið um þetta. Þá er það partybaldur. Þú getur skrifað ritgerð um þetta. Já, það er ekki bara skilið eftir partybaldur. Þú hlýtur hafa... Hann fær punktur. Ég hef margóft, ef ég er út af almenningssalinni, þá hef ég oft opnað þetta klósettið. Nei. Það blasir við partybaldur. Ég sé oft vafinn mjög litlum klósettpapir. Það er 7-6. Það sem ég hugsa þá alltaf Býtu, hæ? Takk eða Akkur er 7-6 Býtu, akkur er 7-6 Þetta er punktur Punktur fyrir hvað? Ég hef aldrei skilja eftir partyball Þú bara vissir allt þetta Já, ok, býtu, hæ? Ok, er almenn vitneskja Námskeið partyball Því að ég vissi hvað partybaldi væri á ég þá að fá stig Ég hef aldrei skilja eftir flottkúk Ég verð að segja þetta núna líka Hann er nú bara orðin rugglaður þetta við mækin Þetta er ekki annað punktur En býtu, er það að segja það Þú spurði, hefur einhvern tíma slepptið að sturta niður hjá félaginu Ég segi, neða, sjálfsög ekki, mér finnst það ógeðslegt Þú varst 11 ári hjá Dóra DNA einhverju flippi Nei, alls ekki Nú veistu rosalega ekki það er veistu punkt Ég verði eiginlega að gefa þér punkt Af hverju þetta gefa mér punkt? Fyrir hvað? Þetta er ósækjant
Þetta er geðveikt ósanngjarnt. Vissir allt þetta? Já, þótt ég vita að þetta heitir Partybaldur. Steindi, farðu ekki að grenja. Kannski er þetta ekki að, veist, aðkvæða sem mun skipta endur. Hann yfirleitt umvæðið mjög litlum klóspapir. Þá hef ég oft líka hugsað, þú veist, sko, að þetta er mjög illa skeimtur maður sem hefur skilið eftir Partybaldur. Hefur þið farið í IKEA á virkum degi? Ég átti náttúrulega ekki á púntana. IKEA virkandi? Já, hvað er maður rugglaði þá það? Þetta er svo vittlust í það stundum. Hvað er rugglað við það að vera IKEA virkandi? Þetta er bara eini barinn í Garái. Nei, í Garðabæ. Hefur þið pissað utan dyra á almannafæri? Já, allir gert. Pissað almannafæri. Það er against the law, eða ekki? Já, með það, hver hefur ekki gert það? Þegar að segja hérna núna að það er búin til lögumfélagið. Ég er ekkert að því dagstaglega. Maður hefur gert þetta í körfuboltavellaði 13 ára eða eitthvað. Ok, hefur stundað óvarið kynlíf? Já. Maður rugglaði þá eða? En maður bara að fatta þetta í þessari keppninni. Maður er svona rugglaður, maður pissar úti og fyrir IKEA virkund. Það var alltaf ekki verið að klína á þig einhverjum flótkúk hérna rétt. Þú gast haldið fyrirlestur þetta. Já, hvað með það? Þótt ég veit ekki að það heitir Partybaldur. Sko, Steindi, nú þarf þú að vera completely honest núna. Því að þetta er mikilvægt spurning æðið. Ok, og ef ég verð alveg honest. Nei, þú verður honest. Já, þá tekur af með Partybaldur. Nei, málega, því málega, ef þú nýtir punktur sem vext þar, þá jafnar þetta. Okay. Ég vil nýta með punktin. Ég vildi ekki fá hana punkt. Ég er ekki að sækjast eftir punktum. Hvað er síðast að spurning í King of Crazy? Ok, Steindi, þú verður completely honest. Er þetta ekki spurning á okkur báða? Jú, þetta er svona mikilvægur þig, því að þú þarft hana punkt. Hefur nýtt tækifærið og þegar kona skreppur til búð, hendi hristing. Akkur er þetta bara að spyrja mig? Nei, ég er ekkert að því. Bara eitthvað báða, blöð verið samband. Já, ég veit það, akkur er þetta svona einbjörnslu. Ég verði að hendi nei. Þú virkilega þarft á hana punkt að halda nú. Já, ég vill ekki hana punkt. Ég verði að hendi nei. Hvað segir Steindi? Já, sko, þú fyrir hagkaup eða fyrir að vestlunarferð. Það er eitthvað svaða svipur á þér. Býða þess. Ég verði að fá að segja. Hefur það laumast? Nei, býða þess. Ég verði að fá að segja. Ok. Ég verði að fá að segja þetta. Ég var til að losna við Partybaldurs. Ef ég á að vera hreinskilin við þessar spurningu. Ég skal vera hreinskilin. Ef þú tekur en þú barðist svo mikið fyrir Partybaldurs punktinu. Nei, ég var bara að segja ykkur hvað það heitir. En takk það með Partybaldurinn. Hvað er þá staðan, raunveruleg staðan? Svaraði bara spurningu. Þá er staðan sko 10-8 fyrir blöð. Já. Og þannig að þú færð punkt. Þú tekur punktin. Já, ég tek punktin. Þú tekur punktin. Það fór 10-10. Nei. Partybaldur. Nei, ef ég tek baldurinn af honum, þá vann blöð. Annars er þetta er tætt. Þetta er 10-10. Takk, dómari. Við erum báðir King of Crazy. Það var ég að segja. Fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, það vill nú bara svo skemmtilega til að Egill og Steindi eru hvoruður inni. Ég held að Steindi hafa farið að reykja eða fastreykja eina eins og hann kallar það þegar hann fyrir út í Salem. Veit ekki hvað Egill er að gera, hvort að hann hafi bara stokkið á klósettið eða já, hvort hann sé að fá sér skyr fram með eitthvað. Ég veit ekki hvað þessi haus er að brasa. En það er svolítið fyndið, ég er hérna einn í stúdíunum og ég var að sjá núna að það eru akkurat 3 ár síðan að, já, við fórum í fyrsta tongin. Nei, 3-4 ár síðan, vá, það komið 2016, þetta er svo fljótt að liða mann. Það var 2012 og, já, það var 4. februar og, já, fyrst að þeir eru ekki komnir inn í stúdíu þá var ég að spája að spila bara hérna fyrsta tongin og, já, við skulum bara heyra hvernig hann var. Välkommen till Nobus Hotel, det med William. Yeah, you speak English? I do, sir. Okay, thank you. I need to book a room. Okay, for what date, sir? Well, it's a weekend, actually weekend, 1 weekend. Okay. It's a weekend in February. Okay. February next year. Okay, what's the date, sir? 14 February. Mm-hmm. It's a Friday. Yep. And 15 February is a Saturday. Yes, sir. And we go back. We come in hotel 14. Okay, and check out on the 16th. On the 16th, yes, on Sunday. What kind? And we are having birthday party. Okay. Party. We are a family, big family. My mother and father, sister, brother. Okay. And all of the children. We are 24 people. Okay. And we need to have some. You have a restaurant. We have a restaurant, sir. Absolutely. Okay, so we can eat. Can you put table together? Unfortunately, I will not be able to make a reservation for 24 people for the restaurant in February next year, sir. We need to put 2 or 3 table together. Absolutely. So we can all eat together, 24 people.
Yes. in my birthday party. Yes, of course, sir. On Saturday in 15 February. Yes, sir. So we need to put maybe 3. How many people can sit on one table? Well, on one table it's 2 and 2. So we'll... Okay, so it's okay. So we put maybe 6, Yes, of course, sir. But 2 parts, okay, maybe 8, maybe 10 table. Yes, sir. But together we move it. It's okay. Yes, sir. But in order to make a reservation for 24 people in February next year, you need to call back on Monday morning because you need. Why? You need to speak with my reservations team and booking because. But it's okay. Because I only need basically I need only 3 rooms. No, I understand, sir. Absolutely. But only 3 with 2 beds. It's okay. We all lie together on the floor or something. It doesn't matter. So I just book 2 rooms. I understand. I'll book. For me, my name is Tom Monitor. Yes, sir. But if you could please, with regards to the reservation for the restaurant in February next year, you need to. Yeah, forget about the restaurant. We can book restaurant later. Okay, great. So we just go ahead and make the reservation for the rooms then. Yeah. Just 2 rooms. 2 rooms. It's okay. We can fix it. It doesn't matter. No, of course. So okay, so you put we can all be it's all or we can use 2 rooms for all people. Yes, sir. So it's okay. How many are you? We lie on floor. It doesn't matter. We can only have two persons in each room, sir. No, it's okay. We can do it. We can lie on floor. It's okay. In our we are used to lie on floor. We can do it. Okay. So it's 2 rooms. What's your name, sir? My name Tong. Tong. And the first name? And sorry, the surname? Monitor. 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 Tong Monitor. Yes. And what kind of rooms are you looking for, sir? Just a double bed. Double bed. You have free Wi-Fi? Yes, we have free Wi-Fi, sir. Inside the restaurant also? Sorry, sir? You have free Wi-Fi inside the restaurant where we keep our birthday party? Yes, sir. Okay, that's great. Do you have an email address that we can have your... No, I'm sorry, I don't have email. Okay, can I maybe take your telephone number? Telephone number? Yes, sir. I'm calling from a telephone with a public phone right now. You're calling from a public phone, sir? Yes, I'm sorry. I don't... Okay, I understand. You need insurance. Yeah, well, I need a credit card for insurance of the room. Oh, okay. Before I book it. You need insurance now. Yeah, I need... in order for me to guarantee... But I can pay. I pay cash. It's no problem. No, I understand, sir, but I still need something to guarantee the booking. If it's a Visa... Yes, I can come down to hotel next weekend and I pay for hotel. It's no problem. Okay. You just make a... Okay. You make a book for me, Tong Monitor, 2 room, 24 people, inside restaurant, birthday party, and I will pay for everything. Yeah, I understand, sir, absolutely. I'm not able to make the reservation for the restaurant today. Why not? Because I can't make a reservation for 24 people, so in that order I need to connect you with a restaurant team to make... Why? Why is everything problem for you? No, sorry. It's not a problem. It's just that we need to go ahead and... Since I don't have a number... No, you tell me you can't do it, you can't do this, you can't do it. I pay for it. It's no problem. No, I understand, sir, but in order to... Is it because I'm from a different country? Of course not, sir. Because... Then why don't you... You don't want my business? Of course, sir, but if we... Then what do you want us to do? If we make a reservation for 24 people, we'll need to pre-order food for these dates. Because... Yeah, but you tell me I can't do it. You tell me yesterday I can't do it. No, I didn't say that you can't do it, sir. I said that I will do it, but in order to confirm a reservation in the restaurant and the hotel reservation, sir. Yes, I want to confirm it. Yeah, of course. Yes. I understand that. Then we don't have a problem, man. It's not a problem. You told me it was a problem. It's not... Sorry, sir. It's not... What do you want me to do? I don't need you to do anything. I need you to call back on Monday to confirm the bookings, or whenever you have time to come by the hotel. No, I want to confirm now. Yeah, I understand that you want to confirm now. I can confirm... So I come to a hotel now and pay you now? You don't necessarily need to do that, sir. I just wanted to... But if I come to a hotel now, can I confirm now? Would you put down a credit card for guarantee of the room? I don't have a credit card. I pay cash money. Okay. I pay now. I come to a hotel now, I pay you. Okay. Do you have any chance to come to the hotel, sir? Do you want me to come down now? To do it now?
No, you don't need to come now, sir. Okay, so we have arrangement. Did you book room? To monitor. I will book the rooms. Yes. But they're not guaranteed. Why not? Because see, this is problem. It's not a. You are telling me something, and then it's not right. No, sir. Obviously you don't want my business. I take business elsewhere. Since you tell, I take my business to another hotel. No, but you don't need to do this, sir. I'll make the... Yes, it's no problem for me. I can take business to another hotel. Since you don't want my business, it's no problem. Sorry, sir. It did not say that... I am not sir. Okay, madam? Yes, of course I'm madam. Okay, madam. What are you talk about? So, okay, do you want my business? Yes, of course, sir. Absolutely. Okay. How can we do business then? We already are in the progress of making business. I just wanted to let you know that I think it's obvious you don't want my business. You tell me it's a problem. It's a problem. It's a problem. Make a reservation for a restaurant. It's a problem to make a reservation for a hotel. Is it something not a problem for you? It's not a problem. No, it's okay. I take business. I have all the money in the world. I take business elsewhere. Okay. Thank you for nothing. Thank you, sir. Thank you. Þolinmóður og góður samt. Barþjónaklúbbur Íslands kynnir Reykjavík Cocktail Weekend. Hinn árlega kokteilhátíð í samstarfi við yfir 40 veitinga- og skemmtistaði stendur yfir frá 3. til 7. febrúar í Reykjavík. Á 50. hefst Íslandsmót barþjóna í Gamla bíói ásamt kynningu á hinum ýmsu drykkjum. Á laugardaginn verður masterclass á Hotel Plaza þar sem hinnir ýmsu sérfræðingar verða með fyrirlestra og fróðleik. Á sunnudeginum verður svo Íslandsmeistari barþjónakrýndur og kokteil ársins valinn. Kíktu við og njótið með okkur góðra veiga í blandið einstakan fróðleik. Tryggðir miða strax á tix.is. Verbúð 11, Lobster & Stuff. Við elskum humar og alls konar annað sælkera stöf. Borðapantanir í síma 552-0011 eða á verbúð11.is. Borðaðu drasl og líka með verður drasl. Rífa sig í gang! Fitnessport fyrir fólk eins og þig. Höfða bílar til þín. Höfðabílar.is. Pontiac á Grill 66 alvöru borgari fyrir svanga. Nú færðu Pontiac, franskar, kók og nóa lakrís rjómasúkkulaði á 1099. Grill 66. Betra grill við veginn. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það Auðun, Egill og Steindi sem með ykkur til 6 í dag. Við erum í Fanta-feeling, drengirnir. Og já, ég ætlaði að spyrja ykkur. Ég var í blaðaviðtalum daginn þar sem ég var spurður hvað fyrir mest í taugarnar þér. Og ég þetta að hugsa svolítið þegar þessi spurning kom. Já. Og náðu svo á svarinni. Þannig ég var að spája bara hendi þessu hérna yfir á ykkur og spyrja hvað fyrir mest í taugarnar. Það byrjuð sko. Þú að leiða okkur að hugsa sko, þú að byrja. Já, þú getur ekki opna svona og spurt okkur bara beint. Nei, en ég er búin að hugsa mitt sko, ég veit hvað fyrir mest í taugarnar. Ég reyna alltaf að halda mjög positive mental energy, reyna ekki að missa hausinn. En til dæmis, minnst langar biðröðar til dæmis leðilegar. Já, standi biðröð er mjög ofalega hjá manni. Biðröð. Ég er einmitt nákvæmlega. Það er svo flugvelli og þú ert aftast og það er endalaust. Það var í gegnum hliðið. Ói, maður. Það finnst mér viðbjóð. Ég er með það sama hjá mér. Byrjað þú þetta? Það sem að... Er þetta 3 hlutir? Næ, svona 2-3 kannski. Það sem fór mest, ég saði þeim þetta biðröð sko. Svo talaði ég líka um að hérna, ég held það sem er fyrir mest í taugarnar. Það er yfir í ræktinni og það er tróðfullur klefinn. Og ég náttúrulega með snertifælinu og svona þegar ég kem inn í klefan ógeðslega sveittur og ég kemst ekki, ég get ekki eins og sest á bekkin til að fara í sturtu eða svona fara í fötin þá fæ ég bara svona hausverk og verða ógeðslega bara svona, mér liður illa. Og líka þegar allsbyrgæin, mástu strauk. Já, það var náttúrulega bara bull. Veitu hvað lendur í stróku? Já, bara fyrir framan Egil og Svessa. Ég var að vikta mig, var það inn í sturtu. Nei, ég stóð Koma við til hana? Nei, leið mér að svara. Ég er bara að spyrja. Bara sveittur og efri við. Ég bara skildi ekki í þessu. Ég er ekkert í ræktinni maður, ég er ánægður að sleppa við þetta. Já, þetta er sko, Sverrir og þeir eru náttúrulega sérstaklega gaman að segja, þið vita ég með snertifælni og þetta er sönsa, ég fór á viktina, steigði hana, var á leiðinni í sturtu, var allsber og það kemur bara svona
fullorðin maður, eldri maður, svona, ég myndi segja 60 cirka, stígur upp á viktina með mér, hann líka allsber og spyr hvað kallinn þungur og hann bara snertist bara upp í hérna rassin og lærið að mér og ég byrjaði bara svitna, það var ógeðslega. Basically þið snertust nættið bara saman. Ég náttúrulega var hrökkallu til og hoppaði að viktin. Snertust tippin? Nei, það snertust ekki tippin, ég stóði náttúrulega með baki. Það er því líka skell, ég hef ekki svo vita hvað það er. Svo 6 ára krakki. Nei, ég hef bara ekki vita hvað það hefur þýtt. Hvað er hérna, já þetta fyrir mest í töðunum, hvað fyrir mest í töðunum á þér? Egil, fyrir utan viðræður. Ég hef líka, fólk sem kann ekki að keyra er vel þreytt. Já, bara lélegir ökumenn. Það er líka sem fyrir ógeðsli töðunum hérna, og við erum ofalega, það er líka við erum á hérna rauðuljósi, það er komið grænt og það er eins og manneskjan fyrir aftan mig sem er í bílnum, hafi verið að vonast til að ég myndi ekki sjá að vera komið grænt, því hún flauta bara næstu á gula, það er ekki lengt í því, bara bíp, það er ógeðsli töðunum. Ég flauta bara alltaf á móti, það er ekki útarpinu og ég spái að breyti speglinum, þannig að þú veist, svona færar annað, hún sjá ekki hver, þú veist, í ökum, ég er alltaf að ná ögnkontakti við fólki í umferðinni. Það er ógeðslega óþægilegt. Á rauðu ljósi og svona. Á rauðu ljósi og horfið beint í augun á næsta manni. Herðu, sko, ég er með þetta, ég hef búin að skrifa í símann minni það. Ég er með röðina líka. Það er bara, það eru heldur allir sammála. Já, það er, ég held að öllu finnst, er eitthvað sem er skemmtilegt að fara í langa röð? Það er ólíklegt. Það eru 2 raðir sem fara mest í töðum. Það er að bíða eftir að hliðina og komast í gegnum flugvöll og þeir eru stend að bíða í bíó og þeir heitt í úlpunni og þeir hleypa ekki inn. Í skemmtigörðum líka að bíða þar. En sko það er með allt, bæði sko raðir á djammi, í skemmtigörðum, búðinni, raðir eru viðbjóður. Ég er með líka þetta, ég er með að þurrka mér sturtu. Það er það leiðilegasta sem ég geri. Það er ekki kósi. Já, þú hefur sagt þetta áður. Að vera búin í sturtunni og svo stendur maður bara renna til blautur og maður er svona, ok, núna fara næstu mínútur að þurrka. Og hvað? Ég myndi vilja bara geta hrist mig. Bara svo hundur. Hvað maður? Nei, ég er ekki að meina það. Ég er bara að tala að ég er bara til að geta hrist mig eins og hundur og þá þorna ég. Já, ég er bara, ok. Já, við skulum ekki alltaf gríp inn í þú, sko, spennist ánum eirinn þegar heyrir þetta orð. Þetta orð, veistu hvað, þetta orð því, þú ert búin að búa til tenginguna með þessu orði yfir eitthvað allt annað. Þannig að þú basically út að segja hlustundum að þurrka tekur tíma frá hristingnum. Já, ég er bara ekki að tala sjálfsprófin eins og Egill. Ég er bara að tala að þurrka mér eftir bað með handklæði. Það er leiðilegt sem ég geri. Það er ömulegt. Röðin er líka ömulegt. Og síðan finnst mér þriðja, það er að sofa. Þú snær líka aldrei góðum svefn. Ég gæti ekki verið minna saman. Ég elska svo. Vistu það, þegar ég er heima á kvöldin og klukkan er orðin, það er komið með svefntíma, hún er kannski orðin 1, hálf 2, ég þarf svona að fara að drífa mig upp í, þá reynir ég alltaf að horfa á 1 þátt í viðbót eða ég reynir alltaf að þrauka alveg þangað til að ég er bara gjössanlega og búin að sofna 2 í sófanum og þá staula ég mér inn. Ég bara, þetta er veist að ég leggjast á kottan og bara, jæja, nú ætla ég bara að vera án meðvitund í 6-7 tíma. Þetta er bara, ég skil þetta ekki. Þetta er ógeðslega leðilegt. Ógeðslega leðilegt. Já, ég er með tvennt sem er erfitt að gera upp fyrir mig, þetta eru 3 hlutir. Annarkvort, sko, fólk sem talar í síman í bíó, viðbjóður, mjög þreytt, eða fólk sem körlar við handlóðarekkan, þannig að þú tekur 2 handlóð, bakkar basically hálft skref aftur og tekur liftu. Þú veist, þú ert að drulla allan af 3-4 metra aftur. Hvað þú ert að tala um, en það hljómar eins og mjög pirrandi hlutir. Þannig að þetta eru 2 hlutir sem eru þreyttir. Ég held ég þarf að velja sími í bíó. Ef ég er að horfa á góða bíómynd, ég heyri eitthvað gæja fyrir aftan mig sem er Hvernig er þetta? Ég er í bíó hérna bara. Já, það er mjög þreytt. Er það ekki sjaldgæft? Jú, það er orðið mjög sjaldgæft og það sem er líka sem að fyrir jafn mikið töðanum og en ástæði fyrir ég er hættur að fara með huga, ofurhuga í bíó. Ef það er ekki bara stanslöst aksjón í myndinni, eins og við vorum daginn, ég fór á Creed með Rocky, hún er löng, mér finnst hún góð, ég fílaði Rocky og Stallone góður í henni og það var bara ekki nóg mikið aksjón fyrir huga, þá var hann komin í síman og ljósið svona, það sjáða allir í salum, ég bara hugi, hættu þessu, það er ekkert að gerast. Það er eiginlega jafn þreytt og að tala í. Ég veit það, ekki fara með huga í bíó. Já, þá veitum við það, kæru hlustendur, hvað fyrir í taugarnar á drengjunum? Það er að sofa og þurrka sér á stenda og biðraðir og fólk að tala í síma, já, allir.
Þið erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Öddi Steindi og Egill búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Ég trú ekki að sé bara komið að lokum. Það styttist í það maður, við fyrir bara kveðja. Þetta er bara sko Vind okkur inn í helgina. Já, þetta þurfa sko, við þyrftum að geta verið í 3-4 tíma. Og þetta er í fyrsta sinn sem við prófum að vera með engan klefa. Það var ekkert símtal í þættinum í fyrsta sinn í held ég bara 1,5 árið. Já, við prófum bara að hvíla. Já, spurning hvernig hlustendur takið það. Þau geta láta okkur vita á Twitter hvort þau vilja fleiri klefa eða hvort það spjallið sé bara virka. Já, ég held við ættum alltaf að þeirra hendi klefa af og til, það er svo gaman. Það er stemming reyndar. En svo það væri gaman að fá útrás, sko, maður verður alltaf að gera það. Alltaf að taka eitt svona þátt, sko. Já. En svo þarfst að leyfa Steindar hringingu, sko. Já, talandi um Twitter, það var reyndar einn að rakka okkur niður fyrir að, að láta okkur heyra fyrir að rakka Toadface niður, að körtuna. Hver var að því? Var einhver að gera það? Já. Hvað á maður að peppa körtuna? Hvað er ekki gangi þetta? Á Toadface aðdrandur á Íslandi, ég bara vægir sig ekki. Ángriðis, ég er ekki dög ykkur staðar. Ég held að nágrannar, þátturinn nágrannar sé, er hann einhver staðar annar staðar vinsæll? Hann var mjög vinsæll í Breitlandi, ég veit ekki hvort það sé ennþá, sko. Hver getur að horta hann á þátt? Því að hann er á daginn, eða ekki? Er hann ekki sýndur bara kl. 2 á daginn? Hann var einhver hlustandi hérna sem var ekki sátt fyrir greinlega einhver þvílíkur Toadface maður. Pælið því, ég þekki enga sem myndi hringt í kl. 2, bara, blessaður, ég er að spá hérna, eitthvað vinnutengt eða eitthvað. Ég kemst ekki, ég get ekki hjálpað með það maður. Ég er heima að horfa á Granna. Já, það er Ertu heima að horfa á kl. 2? Jú, ok, það er kannski, ég skila líka fullt af fólki heima vinnandi. En myndi maður ekki setja okkur annað þá eða músík? Ég hef ekki horft á Granna en okkur á. Horfa á körtuna? Ég held með þess að Harold Bishop sem það líka og Paul og eitthvað. Þetta er langlíft lið. Hvað er þetta fólk verið gaman? 590.000 like þátturinn á Facebook. Já, 590.000. Já. En hvað er Toadface að fá á þátt? Er hann ríkur á sig? Ég var til að bara fá viðtalið með góður. Hvað er Toadface búin að leiki mörgum þáttum? Er ekki einn seria? Svona 20.000. Já, er þetta á hverjum degi? Er þetta vikum? Þetta er á hverjum degi. Hverjum virkum degi. Er þetta á hverjum virkum degi? Já, þetta er alveg. Og taka þær aldrei pásur? Það held ég, jú, að hlýta. Það er bara eitthvað svona örstutta framlýslupásu. En er Toadface, er hann ekki bara með 50 skall á þátt eða? Nei, fjandinn hafi að leikar í Ástralíu. Hann er bara með, ég held að er hann ekki bara leikar að taksta? 30 kall svart eða? Ég heit ekki Toadfish. Já, við viljum ekki gera það Toadfish meira. En er Toadfish the shit í Ástralíu? Nei, Þetta var fyrir út á jammi, er hann ekki látið vera? Ég á erfitt með að trúa þið, sko. Ég bara kaupið það ekki, sko. Nei, ekki einu sekund. Er hann ekki A-kveitu með dónat og eyrnalokk í öðru og alveg, er hann ekki eitthvað því tíma skekkja? Ég en sko, máli er að það sem Kjartan, veistu hvað hann þyrfti að gera? Hann þyrfti að koma til Íslands. Þú ert mesti heitirinn á Dóri hérna á okkur öllum. Ég hef aldrei verið í tím Körtu. Sko, máli er að akkur kemur hann ekki til Íslands eins og flest allir þessi gæjar sem eru eins og Steve í hann náttúrulega komið Dr. Kennedy maður. Hann var með tónleika á Spot. Nei, hann með tónleika á Hendrix. Já, hvernig var mætingin að það? 13 manns mættir eða eitthvað. En síðan eins og Pablo Francisco, Seyles, Karl Kennedy, Kjartan. Hann getur komið og gert eitthvað skemmtilegt og hann er alltaf verið að vittlust. Erum við að fara að finna hann á Facebook og erum við að fara að flytja hann inn? Þetta er bara orðið takmarks áttarins-drengir. Það er að fá Toadfish í viðtal. Nei, akkur ekki flytja hann inn? Það er besta viðtal. Flytja hann inn, gera hvað? Hvað er hann að gera? Pæli því, Toadfish og Spot. Að gera hvað? DJ? Ok, ég myndaði núna bara pælinguna. Íslensk bíómynd. Bara bíómynd. Já, það var gaman að mynda leikið. Herru, fáum við að leiki sketsaðáttunum okkur? Já. Gerum það, akkur kemur ekki Kjartan og leikur einu skets. En ég ætla að hata það. Nei, ég meina það er ekkert mál að græja eitt flug með bara með VAR og hann kemur bara og ég meina hann er að fá 60 skall á þátt að núti. Hann er bara hendum honum í bláa lónið og svona, hann verður feskur. Ég ætla að nýta takkifæri og biðja Toadfish aðdándur Íslands afsökunar á hegðuna Steinda hér gagvart körtunni. Er þess að Toadfish fan best á Íslandi? Já, það var eitt sem skamma okkur allavega til. Ég er bara að segja, ég myndi vel að flytja hann inn. Já, þú varst að hann að kalla hann auðmikið á tímaskekkju. Hann gæti líka komist á kvöldu okkar á NASA, muniði Ronny Cycle og Coolio. Já, það verður geðið kvöld, ímyndaði Toadfish, Kjartan myndi hitta upp með einhverju, hann hlýtur að geta gert eitthvað, hann tekur nokkur töfrabröð eitthvað. Svo kemur Coolio Gangsta Paradise og þetta allt. Og svo klárar Ronny Cycle í kvöldið með þvílíku DJ silpum
Þetta verður veisla. Selt. Ef það eru fyrirtæki sem vilja sponsa þetta, hafið samband að okkur er alvara. Komum að lokum hér hjá okkur í dag. Við tökum kella fyrir hlustununa þennan föstudaginn. Við verðum mættir hér aftur eftir viku 12. febrúar í Fantagýr eins og alltaf. Eigi góða helgi, elsku hlustendur. Farið varlega og bara, eins og við segjum, takk fyrir okkur. Pontiac á Grill 66 er alvöru borgari fyrir svanga. 140 grömm af kjöti á samt osti, svissuðum lauk, sveppum og salati. Nú farðu Pontiac, franskar, kók og nóa lakrís rjómasúkkulaði á 1099. Tilboði gildir til 7. febrúar. Grill 66. Betra grill við veginn. Jójó ís með Oreo keksi. Jójó ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. Fermingarleikur IKEA er hafinn á IKEA.is. Fermingabarnið velur vörur í herbergið fyrir alltaf 100.000 krónur og skráir sig til leiks. Þann 5. apríl drögum við út heppinn þáttakanda sem vinnur drauma herbergið.